Sko, þegar maður fæddur 1. maí og þá sagði ég alltaf við systkini mín rauður dagur af því ég á afmæli. Og ég hef alltaf haldið upp á afmælið mitt með mikil pomp og prakt og alltaf að finna tilbúin fyrir að halda partí. Og núna 40 ára starfsafmæli og þá var náttúrulega til, að því maður veit ekki hvað maður er 50 ára starfsafmæli. Maður getur verið dauður, sko. Þá byrjum við bara á því að taka þá til hliðar og svo förum við að grafa. Velkomin til starfa! Takk fyrir það. Mér langar að vinna einhvern veginn ofan í hérna jörðina. Og þá kemur hugmyndin, sko. Þannig að þessi hér 2 verk eru búin að vera hjá mér búin til 85 og svona voru þau þá, standa upp á endan, með gler á höfðinu. Og þessi verk gerð 1985 og þau voru sýnd á Kjarvalsstöðum. Þetta var fyrsta sumar eftir ég flutti til New York og ég var heima í nokkra mánuði og var upp á Korpúlsstöðum að vinna. Þessi með rauð bringuhár sem var mjög tengt mér á þessu tíma, en ég fer ekki nánar út í það. Sko, þannig að þau eru búin að standa hjá bara við, að ég hef aldrei sýnt það eftir þessa sýningu á Kjarvalsstöðum. Þau eru alltaf búin að vera hérna bara alltaf að fylgja mér, búin að standa við gluggann á vinnustofum minni sem ég flutti þangað 2000 og meira segja sko í möppunum minni, þetta er ekki úr sölumöppunum minni, það stendur sko verð athuga. Af því það hefur eiginlega, ég hef ekki eins og sett prís á þau. Og af því það hefur enginn spurt þau og þau eru eitthvað annað og ég veit, ég sel þetta aldrei. En svo til þessu önnur verk sem eru upp í hillu, sem ég er heldur ekki alveg að sýna öðrum, en það eru meistaraverkin mín. Og mér er ekki sama hver kaupir þau og ég veit alveg hvert þau að fara. Ég er búin að ákveða hvað safni ég eignast þau þegar ég er farin. Þannig að það er svona, við staðum alls konar viðhorf til verkana sinna. Og þannig að ég tek þau líka svolítið eins og verkin sem ég var að gera, litlu verkin, glerverkin sem ég var að gera fyrir norðan. Þau eru svona blásin og eru yfirleitt svona blásin og standa svona upp. Svo þegar ég lagði á hliðina, þá urðu þau allt í svona einhverju dýru sem skriðu. Og það er rauninni, það er ok, ef ég lagði þess á hliðina, þá er ég komið með alltaf önnur verk. Og bara niður í jörðina, svo fargaði ég þeim á loksýningunum og jarðsnittu sem ég ætla að gera á laugardaginn. Þau hétu sko án titils, hét allt án titils í gamla daga, mátti ekkert heita neitt. Svo kallar maður alltaf verkin sín eitthvað, svona vinnaheiti eða kallar það eitthvað. Og þessi verk voru búin á Korpúlsstöðum 1985 og þá var golfvöllurinn alltaf komin þarna og við vorum að halda upp á afmælið mitt. Og við tókum yfir golfvöllur fyrir fram á Korpúlsstaði og gerum svona krikket og spiluðum krikket. Svo tók ég fullt af mynda af þessu og svo er skoð myndir, þá var Óskar Jónasson, stendur hann svona einhvern veginn með svona krikkikiljuna og ég segi, já, hann er alveg sömu stelling og golfararnir. Þeir eru alltaf hérna, þú sé 3 hér, þannig að þau eru síðan alltaf kölluð golfverkin. Þannig að núna er ég bara heiðarleg og þau eru ekki kölluð án titils, þetta eru bara golfverkin. Ok, svo er þetta þarna, þetta er 85. Og núna eru þau orðin svona 2025, 5-3. Þarna er verkið sem Pálma bróðir átti, sem var án titils, sem ég þarf að farga. Og mér fannst það náttúrulega, ok, snillt, þá þarf ég bara að taka allt þetta sem ég þarf að ekki losa mig við heldur. Vegna það er líka eitt, sko, þegar maður fer, þá getur maður bara ekki, að ég hef engin börn og eignar svona sem, svo þarf ykkur að standa í þessu dóti mínu þegar ég er farin. Og þá eru kannski fransískinn mín bara að halda þetta sé eitthvað algjör masterpiece. Og þau eru bara eitthvað vesanust yfir í hvað að gera við þetta, fyrir utan að þessi vantar á hana hausinn glerið, það er ónýtt. Þannig ég ætla ekki að leggja það á þau að vera vesanust yfir einhverju sem að, þannig ég þarf að bera ábyrgð og farga þessu.
1988 og þetta var sýnt í galleri sem hét Svart á hvítu, var hann á Óðinsgötu og Pálma bróðir keypti það, fékk það í húsið sitt og svo þegar hann dó, blessuð sé minning hans, elsti bróðinn. Þannig að svo þú flutti eitthvað þá datt það í gólfið og þetta var tómt vesen, þannig að bara tryggingar, peningur, málið dautt. Þannig að það fyrir líka á laugardaginn. Þannig að það var loksins búið að ganga frá því verki og borga tryggingar og þá þetta farga verkinu þegar það er búið að borga tryggingarna. Ég hef einu sinni fargað verkið, það var líka svona tryggingavesen og þá fór ég með það, keyrði á Subarúnum mínum niður að Þjórsár ósa hjá Suðurlandinu yfir brúna nótt. Var með stein í einu fætinu og þeir gefa líka svona langt verk með 3 fótum, setti stein og batt stein í fótuna því og fleygði því yfir brúna og sem sagt fargaði því þannig. Svo er það þessi hérna teikning. Á Gullstundir andar, þegar við byggum í J.L.-húsinu, þá var ég með verk upp á loftinu. Þá teiknaði ég svona skugga af því á vegginn og það er þetta verk. Svo ég hugsi, ok, best að hafa það með. Þetta er fyrsta verkið sem ég gerði þegar ég kom til Íslands úr skóla. Ok, svo er það þessi gaur, hérna í horninu. Hann hefur líka alveg sína sögu, af því hann er gerður í New York, hann er búinn til í New York og hann er svolítið svona álíka áferð á honum eins og verkið sem fylgdi þessum skuggaverki þarna. Og þetta var á sýningu sem var fyrstu sýningunum í New York sem var á staðnum sem ég var að vinna á sem hét New York Experimental Glass Workshop og það var svona dálítið gott stórt gallerí og í endanum á gallerínu, einu horninu, var rauður stigi upp á lúgu sem maður gæti farið upp á loft. Ég átti að ég var partur af svona Visiting Artist programmi, þannig að ég þurfti að hafa kynningu og vera með svona rúllandi slædsmyndir. Þannig ég bjó til svona skermi sem var svona eins og crossform. Það var upp í þessu horni hjá þessu stiga. Þannig að þessi gaur, ég kom í hinu verkinu og hann var mjög vantaði viðbúinn, hann var svolítið búinn til fyrir þetta horn og kíkjandi líka upp á slædsmyndirnar. Þetta er líka eitt stykki sem er búið að vera upp á hillu hjá mér alltaf og það er heldur ekki, held ég verða á því í bóki, held samt að það, nei ég var ekki verða á því í bókinu minni. Þannig að það er líka hérna svona alltaf dálítið út í horni og mér finnst það ekkert sérstakt. Taka með mér. Svo þegar kom hingað og ég var að vesa hvað er þetta að vera og svo helviti þetta góður staður. Þannig að þetta var alltaf út í horninu, þannig að það fór í hornið og svo breyttist nafnið og nú heitir það Didoma og þar kemur saga. Því að þegar ég var lítil og þá byrjaði ég ekkert að tala fyrir ég var 30 ára og síðan fjölskyldunni hafi alltaf stoppað sko. En ég byrjaði og ég var með svona bjóðtala tungumál, bara sagði bjóður orð eins og því ég vildi meira borða og sagði ég nonai, svo sagði ég abai, ég vildi ekki meira. Og svo ég var skömmuð og ég var eitthvað fúl og fór út í horn og sagði svona Didoma, Didoma, Didoma. Þannig að þá þetta er bara gaurinn, hann er komin út í horn, þetta er Didoma. Þannig að nú heitir hann Didoma, en hann fer líka á laugardaginn.
Já, jarðhita líka. Þessi 4. Svo höldum við áfram, svo setjum við þið niður. Já, þú ert búin að taka allt upp eins og þú vilt. Setur að pappa. Hvað er svona? Ég seti svolítið brennsl út í það. Þetta er svo, Bjössi, þetta er svo eitthvað fjallakaffi. Heldur betur með. Það er kaffi og það er kvöldur. Þetta þurfum við að grafa búið. Hvað gerir við? Tökum við stein og klíkur inn í kvöldur? En við þurfum að þjappa þau, það er ekki, náðu þannig að þjappa það. Setjum kannski bara fargóðan á það, eða þurfum að þjappa það mikið. Þetta er nú ekki eins og við sem fyrir niður, kistan hrynur og við dettum saman eftir x ár. Þessi eru bara stappið fucking for eitt. Já.
Raadettu sitten